Einn eru hugmyndir að svona veita rýmka heimildir til dæmis uppbyggingu matjurtagarða hérna inn á grænum svæðum, bæði í borgarlandi eða inn á fjölbýlishúsalóðum og jafnvel svona uppbyggingu þá svona garðhúsa sem eru þá tímabundin til dæmis. Gert ráð fyrir til dæmis einum, það nú þegar einn þannig matjurtagarður við Jaðarsel og það á að halda í hann og jafnvel auka við það þjónustu. Gert ráð fyrir líka að vernda ákveðin svona náttúrusérkenni innan hverfanna, til að mynda svona berklapparholt eins og hérna þið sjáu hérna með Rangársheiði og eru víða hérna í hverfinu. Þetta gert bæði til þess að viðhalda náttúrulegum fjölbreytileika eða líffræðilegum fjölbreytileika, því þarna fjölbreyttur gróður og annað slíkt og mikið fuglalíf. Annað sem líka svona tengist svona grænum lausnum eða grænum hugmyndum, að það uppbygging svona vetrarbrekku, vetrarmiðstöðar í Seljabrekkunni hérna fyrir ofan Jöklaseilið eða Jakaseilið. Það margt búið að benda á það að það myndi bæta skíðabrekkuna mikið þarna upp frá ef hún lengd í efri endan og gerð miklu brattari þar. Og tækifærið ætti að gefast að fá ódýrar uppgröft þegar að vegurinn kemur þarna frá Kópavogi. Þá þarf ekki að akona langa leiðar heldur stjórnum hann í haug. Og þá lenda krakkar greinin ekki því þegar ekki búið að tróða að þurfa að ýta sér á stöfunum niður eins og að stundum. Fyrir utan það þetta góð brekka. Þetta var nú til á vinstra árunum 78 og 82 og ég ætti stóra þátt í því. Jæja, en hérna það þarf að laga þarna við göngubrúna þar sem fólk gekk áður á ljósánum, það gengur sumt að því enn. Það er stórhættulegt. Og sem umferðar öryggisverkfræðingur í 30 ára í borginni, þá hef ég góða reynslu af því að þarna séu gerðar girðingar í miðjunni. Girt alveg út á ljósánum, þannig að það sé ekki hægt að freistast til að fara þarna yfir og lendi í stórhættu. Búið í bili, takk.